Edda Björt, sigur í hörkuleik á móti Keflavík. Þið leyfið þeim að leiða næstum í allan leikinn. Hvað að gerast hjá okkur? Var eitthvað að fara mannskapinn? Sko, þetta bara leikur upp á Íslandsmeistaratitil, þannig að það kom mér ekkert á óvart að Keflavík stúlkur myndu mæta svona ákveðna til leiks. Við vorum bara líka, við vorum ekki að fara aftur Reykjavíkurbrautina á mánudaginn og hugsuðum bara tilvalið að taka þetta á föstudegi núna, þannig að við bara gáum allt í þetta og þetta fjall okkar megin. Náttúrulega með þessa reynslu úr bara síðustu seríu á móti Haukum, þess að þið farið 2-0 upp, þær vinna 2 og svo fáið þið þennan agalega oddaleik þarna sem að hefði bara getað dottið einhvern veginn sko, þannig að þið hafið væntanlega svona kveikt eitthvað undir ykkur og vilja bara klára þetta heima hérna á Já, við töluðum líka það og hvernig þetta fór í Haukaseríunni og ákveðum að nýta okkur það í þessari og það klárlega hjálpaði að einhvern veginn að við höfum farið 2-0 yfir og síðan lent 2-0 basically, skilur við 2-2. Þannig að bara þetta fór bara reynslubankann og skila okkur þessu í kvöld. Það þurfa að vera ekki gömul á árum þá að þú hér sigurvegari Íslandsmeistari í annað eða ekki þriðja skiptið eða ekki? Jú, rétt. Hvernig er þessi samanborðið hérna? Þessi er mjög sætur. Mér finnst líka bara það er búið að vera stígandi í okkur allt tímabilið. Við endum í 3. sæti. Og einhvern veginn bara, mér finnst við vera að bæta ykkur hverjum einasta leik, það var alltaf eitthvað sem við vorum að gera betur í hverjum einasta leik. Aðrir leikmenn sem voru kannski ekki búin að spila eitthvað það mikið voru að koma inn á með bara ótrúlega góða hluti. Þannig ég held að þetta er sjúklega sætt svona í lokin eftir alla vinnuna og öll vídeóin og alla pælingarnar og allt, þetta er bara geggjað. Síðast þegar við unnuð þá kannski svona pínulítið áttu við að vinna, en mér fannst það allavega. Núna þá eru 3 ekki 4 lið einhvern veginn sem hefði alveg getað tekið það. Er það ekki svona smámunur í pressu líka komandi inn í bæði undanúrslit og úrslitaseríu svona með það á bakinu, öðruvísi heldur en kannski að vera bara svona algjör favorite eins og var kannski síðast? Jú, algjörlega. Það er alveg rétt sko. Við svona höfum mitt svona þegar við tókum Íslandsmeistaratitlana síðast valsliðið að þá vorum við einhvern veginn að svolítið svona yfirburðar þannig að þetta er svolítið ekstra sætt líka núna og þetta er bara svona ég veit að ég geggja að fá Emblu aftur, hún kemur með eitthvað svona auka orku, hún er geggjuð og bara svona, ég veit ekki, bara svo margar að stíga upp og ógeðslega sætt. Titillinn í Höfn, hvernig ætlið þið valsliðinu að fagna? Heyrðu, við ætlum að fagna bara geggjað í kvöld. Það er örugglega eitthvað klárt í fjósinu og svo er eitthvað að fagna á laugardag og sunnudag og mánudag og bara eitthvað. Við bara, ætlum að njóta sjúklega mikið og gerum eitthvað skemmtilegt í kvöld allavega. Byrjum á því. Til hamingju aftur, Edda Björt og bestu þakkir. Takk.